Góðan daginn öll. Ég heiti sem sagt Marteinn og ætla að flytja hér fyrir ykkur erindi raðmorðingja eða hvernig þeir hafa verið framsettir innan dægurmenningarinnar á Vesturlöndum, einkum í kvikmyndum og bókmenntum. Ég mun fjalla hugtakið raðmorð eða raðmorðingi, útskýra það nánar og greina upp frá sögu þess áður en ég vindi mig síðan í umfjöllun raðmorðingja skáldskap sem gnótt til af í samtímanum og meira að segja nokkrar íslenskar sögur. Til þótt hér á landi séu engin nútíma dæmi glæpamenn af þessu tagi og íslenskt samfélag sömuleiðis að mörgu leyti óhentugur vettvangur fyrir raðmorð ef svo mætti nú að orði komast. Já, ég byggi þennan fyrirlestur sem sé á meistararitgerð minni í bókmyndafræði sem heitir Af túristadrápum og kviðristu morðum rýnt í tvær íslenskar raðmorðingjafrásagnir og hún aðgengileg á skemmu.is fyrir þau ykkar sem hafa áhuga að lesa hana. Eins og undirtitill ritgerðarinnar bendir til, þá fjalla ég þar tvær íslenskar raðmorðingjafrásagnir en þær eru skáldsagan Kóperníka eftir Sölva Björn Sigurðsson sem kom út árið 2021 og svo sjónvarpsþáttaröðin Svörtu sandar sem var sýnd á Stöð 2 það sama ár. Nú ég ætla að greina upp frá þessum verkum hér í lokin og líka ræða út frá þeim hvernig raðmorðinginn sem fyrirbrigði fellur að íslensku samfélagi og samhengi bæði félags- og bókmenntalega. En fyrst skulum við athuga þetta hugtak og spyrja hvað raðmorðingi. Mörg ykkar kannast nú eflaust við þetta afbrotafræðilega heiti og þekkja vel einhverja raðmorðingja með nafni enda þessi tiltekna tegund af brottum býsna áberandi í afþreyingarmenningunni. Sú þróun hófst á 8. áratug síðustu aldar má segja eða í kjölfar þess að sjálft hugtakið raðmorðingi var kynnt til sögunnar og fór í almenna umferð. Sterk hugtök jú þess megnu að umbreyta menningunni og koma gjarnan einhvers konar bylgjum eða jafnvel byltingum af stað. Það eru vísu til margar ólíkar frásagnir uppruna hugtaksins og aldur þess en þó það iðulega eignað alríkislögreglufulltrúanum Robert Ressler sem var leiðandi í rannsóknum á ofbeldisfullum glæpum innan bandarísku alríkislögreglunnar eða FBI á 8. og 9. áratug síðustaldar. Áður fyrr voru mörg ólík orð í notkun til að lýsa þessari afbrotahegðun og má nefna hugtök eins og spenningsmorð, lostamorð, brjálæðingamorð, mynstursmorð, ókunningjadráp og fjöldamorð í því sambandi. Þau eru þó öll talin ýmist of víð eða sértæk og tilurð hugtaksins raðmorðingi segir Robert Ressler í endurminningum sínum að það hafi einmitt fengið hann til þess að finna nýtt og almennara hugtak. Það datt hann loks niður á árið 1974 en sagan af því nokkuð áhugaverð og vert að rekja hana hér því hún varpar ákveðnu ljósi á sjálft fyrirbærið. Robert Ressler var sem sé að hlusta á fyrirlestur á ráðstefnu og var umræðuefnið þjófnaður og nauðganir sem gerðust í röðum eða brutust út eins og faraldur. Umræðan myndi hann merkilegt nokk á framhaldsmyndir sem hann sá í æsku og kölluðust Serial Adventures eða ævintýraröðin upp á íslensku. Þessar myndir voru sýndar á 4. og 5. áratugnum og það sem einkenndi þær einna helst var skortur á sögulokum. Þær enduðu sem sagt ýmist í lausu lofti, á spennuþrungnum hápunkti eða með loforði niðurstöðu í næstu mynd. Fyrir vikið lokkuðu þær fólk í kvikmyndahús viku eftir viku en alltaf var það þó sama sagan, þar að segja endalokin voru ófullnægjandi. Ressler setti formgerð þessara mynda í samhengi við morðingjana sem hann var þá að rannsaka og höfðu myrt ótal sinnum virtust einfaldlega ekki geta hætt því.
Hann dró þá ályktun að þeir lifðu fyrir sams konar spennu og bíógestirnir, þar að segja að hvert morð væri fyrir þeim líkt og þáttur í endalausri framhaldsmynd. Morðingjarnir væru þannig drifnir áfram af fantasíu sem þeir hefðu þróað með sér einhvers slags sögu eða hugmynd ofbeldi og þátt sinn í því sem þeir gerðu síðan að veruleika en með ófullnægjandi niðurstöðu. Með öðrum orðum þá tókst þeim ekki að brúa bilið á milli fantasíunar og raunveruleikans. Pirringurinn yfir þessu myndaði þörf fyrir ný og ný morð eða þar til fantasían næði loks einhvers konar fullkomnun í raunveruleikanum. Það myndi þó öllum líkindum aldrei gerast og því héldu morðingjarnir sífellt áfram að drepa, fremja eins konar framhaldsmorð í röð sem væri í raun endalaus. Því væri að ræða rafmorðingja eða serial killer, eins og sagt á ensku. Enda þótt saga þessi af uppruna hugtaksins og útlistun Resslers á því sé einkar áhugaverð, ekki síst í ljósi þess að hún tengir hvatir raðmorðingja við tilfinningu sem mörg okkar hér inni könnumst við, þar að segja þörfina fyrir það að þekkja sögulok og komast að niðurstöðu, þá hún síður en svo algild og mikilvægt að fara sér hægt í ályktunum athæfið. Ljóst að sá sem myrðir aftur og aftur að einhverju leyti frábrugðinn þeim sem fremja einstök morð af stundarbrjálæði, afbrýðissemi undir áhrifum fíkniefna eða gáleysis og fátt eitt sé nefnt, en breyturnar geta þó verið margar. Þau sem kynna sér efnið fræðilega verða líka fljótt vör við mikið ósamræmi í rannsóknum þar sem sitt sýnist hverjum. Jafnvel deilt smávægilegustu atriði líkt og það hve marga einstaklinga viðkomandi á að þurfa að hafa drepið til þess að geta talist raðmorðingi með réttu. Jafnan styðjast rannsakendur þó við skilgreiningu sem var mótuð af bandarísku alríkislögreglunni á sínum tíma, en hún gerir ráð fyrir geranda sem myrðir að minnsta kosti 3 sinnum yfir langt tímabil með svokölluðum tilfinningalegum kælitíma á milli morða. Þá líka yfirleitt miðað við það að gerandinn sé einsýns liðs, þótt fleiri aðilar séu ekki útilokaðir enda til söguleg dæmi tvíeyki, svo sem bandarísku hliðamorðingjarnir sem ollu mikilli skelfingu í Los Angeles árið 1977 og 8. Þetta voru 2 karlmenn sem námu táningsstúlkur á brott og einkenndust glæpir þeirra af kynferðislegum kvalarlosta. Lengi voru raðmorð líka aðallega skilgreind á þessum forsendum eða sem kynferðislegu glæpur karlmanna gegn konum eða börnum. Í seinni tíð hefur þetta hins vegar verið endurskoðað þar sem ljóst að hvatir raðmorðingja geta verið mjög mismunandi. Árið 2005 uppfærði bandaríska alríkislögreglan þannig skilgreiningu sína á raðmorðum og hljómar hún á þennan veg í dag, þar að segja glæpsamleg morð á 2 eða fleiri fórnarlömbum framin af sama brotamanni eða brotamönnum í aðskildum atburðum. Mörgum finnst þessi nýja skilgreining hins vegar allt of víð og verið bent á að hægt sé að túlka hana sem svo að þau sem fella fólk í stríði séu raðmorðingjar. Flestir rannsakendur útiloka aftur á móti þau sem starfa sem einhvers konar milliliðir, svo sem hermenn, njósnara eða leigumorðingja, þar sem í þeim tilvikum sé hvatinn yfirleitt ópersónulegur. Einnig hefur verið bent á að uppfærð skilgreining alríkislögreglunnar sé í raun bara fyrirsláttur, þar sem ítarlega leiðbeiningar stofnunarinnar raðmorð séu í grunninn talsvert þrengri og meðal annars gert ráð fyrir því að gerendurnir myrði ókunnuga. Það vissulega algengt, en þó ekkert algilt frekar en annað í þessum efnum. Til eru morðingjar sem hafa myrt foreldra sína til dæmis og þá sýna líka rannsóknir á kvenkyns raðmorðingjum sem lengi var reyndar talið að væru ekki til sökum hugmynda móðurhlutverkið meðal annars kvenleika. Þær sem sé drepa iðulega þær sem þær þekkja, þau sem þau þekkja eða tengjast að einhverju leyti.
og má í því sambandi nefna hjúkrunarfræðinga sem hafa myrt skjólstæðinga sína. Já, aðeins önnur hugtök. Hugtakið fjöldamorðingi, það er stundum notað yfir raðmorðingja, enda þótt það vísi fræðilega séð í allt annars konar afbrot. Raðmorðinginn, hann vinnur sín voðaverk á löngum tíma og með hléum á milli eins og komið hefur fram, en fjöldamorðingi kallast sá sem drepur 3 eða fleiri í einni lotu og yfirleitt á fremur afmörkuðu svæði eða svæðum. Anders Behring Breivik er dæmi slíkan ódæðismann. Afbrotafræðingar eiga líka til hugtak sem lýsir ákveðnu millistigi á milli fjölda og raðmorða sem kallast spree murder á ensku og hef ég þýtt sem offorsmorð. En þá að ræða einstakling sem gengur berserksgang og yfirvöld ná yfirleitt að fanga stuttu eftir fyrsta afbrot. Nú, fjölda- og offorsmorð eiga það sameiginlegt að þau eru oft pólitískir gjörningar og þar að auki sýnileg almenningi þegar þau eiga sér stað. Þetta eru iðulega haturs- eða hefndarglæpir með skýr skilaboð. Aftur á móti fremja raðmorðingjar illverk sín jafnan í leynd og rætt tilefnislaus brot eða motiveless crime þar sem hvatinn fyrir morðunum er gjarnan óljós og liggur í brengluðu sálarlífi morðingjans. Fórnarlömbin eru, eins og áður sagði, gjarnan ókunnug gerandanum og lenda í klóm hans fyrir tilviljun meira en nokkuð annað. Að því sögðu geta raðmorðingjar þó verið mjög skipulagðir á höttunum eftir einhverju ákveðnu í fari fólks, vissum típum, fylgja jafnvel áætlun og það að myrða ókunnuga jafnvel liður í taktík þeirra þar sem meiri líkur eru á að þeir komist upp með afbrot sín og geti þar af leiðandi haldið þeim áfram. Óskipulagðir raðmorðingjar eru þó sjálfsögðu einnig til og raunar í miklum meiri hluta þegar nánar er að gáð. Eins og með svo margt annað tengt raðmorðingjanum eru skiptar skoðanir og fjölmargar útlistanir til hegðun þeirra, hvatir og hugarferli. Rannsakendur leita svara innan ólíkra fræðigreina allt frá félags- og lífvísindum til sálar- og menningarfræða. Þó er ekki til nein skýr svör það hvað veldur blóðþorsta þessa einstaklinga, hvað þá lausnir, enda þykir ljóst að vandamálið er margþætt bæði menningar- og einstaklingsbundið. Eðli málsins samkvæmt komumst við ekki yfir að skoða allar kenningarnar hér, en mér langar þá að eyða fáeinum orðum í ritgerðina Profiles in Terror, The Serial Murderer, sem afbrotafræðingarnir Ronald M. Holmes og James E. D. Burger skrifuðu árið 1985 og minnast mjög stuttlega á flokkunarkerfi þeirra. Ekki svo að skilja ritgerðin birti neitt heilagan sannleika þetta efni, en innan fræðanna þá hefur hún verið mjög áhrifamikil þessi grein. Nú í inngangi þá fjalla höfundarnir mögulegar orsakir raðmorða og velta til dæmis fyrir sér félags- og menningarlegum þáttum, til að mynda áhrifum frá fjölmiðlum, kvikmyndum og tölvuleikjum, þar sem ofbeldi er iðulega sýnilegt, sjálfsagt og jafnvel framsett í ljóma. Margir fræðimenn hafa tekið upp þennan þráð og eða fjallað önnur menningarleg og félagsleg tengsl, þar á meðal Jane Caputi í frægri bók The Age of Sex Crime frá árinu 1988. Þar eru raðmorð rædd á forsendum femínískra fræða og tengd við orðræðu feðraveldisins sem heimtar forræði karla yfir konum. Önnur fræðikona, Julia B. Weist, ályktar einnig í riti sínu Creating Cultural Monsters frá árinu 2011 að orsök vandamálsins sé á mestu menningarleg. En hún fjallar aftur á móti efnið út frá vestrænum og kapítalískum gildum sem geta leitt af sér ofbeldisfulla hegðun, svo sem áhersla okkar á einstaklingshyggju, auð, nautnir, samkeppni, vald og frægð.
En í ritgerðinni Profiles in Terror þá gera Holmes og D. Berger grein fyrir ákveðnu flokkunarkerfi sem þeir mótuðu og lista þar upp 4 algengar tegundir af raðmorðingjum þar sem eiginleikum hverrar gerðar ætlað að lýsa því hvað drífur gerandann áfram. Fyrst eru það morðingjar sem eru truflaðir af sýnum eða röddum, djöful eða guðlegum og eru þeir kallaðir hugsjónamenn eða visionary type á ensku. Raddirnar þær ásækja þá og vefja þá að drepa. Holmes og D. Berger nefna að þótt raðmorðingjum skorti jafnan samkennd fyrir öðrum séu andfélagslegir, siðblindir eða með aðrar alvarlega persónuleika raskanir, eru þeir þó yfirleitt ekki kvaldir af geðsjúkdómum sem brengla veruleika skyn þeirra, svo sem geðklofa. Þeir sem heyra raddir eða sjá sýnir eru það aftur á móti og því ekki ábyrgir gjörða sinna í langflestum tilvikum. Gerð 2 nær síðan utan þá morðingja sem stefna að ákveðnu markmiði og eru fyrir vikið kallaði verkmiðaði eða mission-oriented type. Þessir einstaklingar þekkja muninn á réttu og röngu og geta jafnvel vist út á við sem ósköp venjulegir einstaklingar. Þeir hafa hins vegar tekið það upp á sína eigin arma að eyða því fólki sem þeir teljast einskis vert eða til ama í samfélaginu, svo sem vændiskonur, samkynhneigða, kaþólika eða múslima og lýsa jafnvel miklu stolti yfir verkum sínum í kjölfar handtöku. Þriðja gerðin lýsir síðan morðingjum sem sækjast fyrst og fremst eftir nautt, eru nautna seggir ef svo mætti að orði komast, hedonistic type. Viðkomandi hefur engin sérstök markmið, né heyrir raddir, heldur nýtur þess einfaldlega að kvelja og myrða aðra. Hvatir þessa morðingja eru yfirleitt kynferðislegar í eðli sínu og þeir jafnvel líklegir til þess að stunda mannát eða eiga mög við lík fórnarlamba sinna. Siðblinda eða annars konar alvarleg persónuleika röskun hrjáir jafnan þessa einstaklinga. Fjórða og síðasta tegundin svo sá morðingi sem sækist eftir valdi og stjórn, power control oriented type. Mögulega örvast viðkomandi kynferðislega við að drepa en þó beinast hvatir morðingjans einkum af því að drottna yfir fórnarlömbum sínum er hann hugfanginn af því að geta gert það sem honum sýnist við líkama annara. Gerendurnir þekkja muninn á réttu og röngu en hunsa lög og reglu til þess að geta svala þörfum sínum. Þetta flokkunarkerfi að sjálfsögðu ekki tæmandi og höfundar þess gerðu sér líka grein fyrir því á sínum tíma. Hinar ólíku gerðir sem þeir Holmes og D. Berger lýsa einungis ætlað að varpa ljósi á algeng hegðunarmynstur. Þá er ljóst að mannlegt atferli svo flókið og fjölbreytilegt að eflaust mun ekkert kerfi nokkur tímann ná yfir það. Sumir morðingjar geta þannig fallið í fleiri en einn af áðurnefndum flokkum og aðra á ekkert af þessu við. Í flokkunarkerfi Holmes og D. Berger til dæmis aðeins gert ráð fyrir karlkyns gerendum sem tímanna hátt og að sama skapi unnið út frá þeirri hugmynd að raðmorð sé glæpur sem byggist fyrst og fremst á hatri eða kynferðislegum kvalarlosta. Þetta útilokar þau dæmi þar sem ásetningurinn allt annars, svo sem þegar raðmorð eru framin eftir löngun í efnisleg gæði. Þá stundum við þegar konur eiga í hlut, til dæmis hinar svokölluðu svörtu ekkjur eða black widows, sem myrða eiginmenn sína eða aðra nákona fyrir tryggingafé eða arf. Alla jafna einblína greinendur á ákveðna þætti í fari gerenda á kostnað annarra atriða og styðjast þar að auki við takmörkuð gögn eða úrtak brotamanna. Þá hafa ráðandi kenningar í fræðunum og umfjallanir í fjölmiðlum einstök mál, iðulega þau skrýtnustu eða ofbeldisfyllstu, haft mótandi áhrif á birtingarmyndir raðmorðingja í dægumenningunni á Vesturlöndum.
Í raunveruleikanum eru flestir raðmorðingjar aumingjar eða losers, bara ósköp hversdagslegir meðaljónar sem af tilætlunarsemi, frekju eða brengluðum hugmyndum karlmennsku myrða aðra, oftast þau sem eru veikburða eða eiga undir högg að sækja félagslega. Það komast gerendurnir yfirleitt upp með afbrot sín af heppni fremur en klækjum. Einhvern veginn svona tekur afbrotafræðingurinn Enzo Jaksic til orða í bók sinni Killer Data frá árinu 2022, en að ræða yfirlitsriti við nýjustu gögn og athuganir sem gerðar hafa verið á raðmorðum á 21. öld og markmið bókarinnar öðrum þræði að afbyggja þær fjölmörgu mýtur sem til eru þessi afbrot innan dægumenningarinnar, þar sem gerendur hafa ýmist verið framsettir sem ofurklárir glæpamenn, misskildir snillingar, þjakaðir listamenn, dularfullir gotneskir illvirkjar og eða ómanneskjulegar morðmaskínur svo eitthvað sé nefnt. Í inngangskafla Killer Data listar Enzo Jaksic upp fjölmörg atriði sem birtast ítrekað í umfjöllunum og skáldverkum raðmorðingja og eru beinlínis villandi. Svo sem að gerendurnir séu aðallega hvítir karlmenn, að þeir hafi orðið fyrir misnotkun í æsku og séu í hefndarhug, að dýr hafi verið fyrstu fórnarlömb þeirra, að þeir séu upp til hópa mjög greindir, skipulagðir og þokkafullir eða þvert á móti viðurstyggilegir einfarir, að þeir eigi almennt í undarlegu sambandi við mæður sínar, að þeir séu drifnir áfram af kynferðislegum kvalarlosta, að þeir hafi aldrei komist í kast við lögin áður og lifi fyrir það eitt að drepa og stefna að því markmiði að fremja fullkomið morð. Þessi atriði eru flest fengin upp úr fyrstu markvissu rannsóknunum sem gerðar voru á raðmorðum á 20. öld í Bandaríkjunum á vegum alríkislögreglunnar. Það sem áður nefndur Robert Ressler, meintur höfundur raðmorðingjahugtaksins, var virkur þátttakandi. Eðli málsins samkvæmt voru þessar athuganir takmarkaðar. Það sem úrtak gerenda var bæði smátt og gögnin sem söfnuðust í viðtölum við gerendur vafasöm, þar sem þeir áttu það til að ljúga í þeim tilgangi að upphefja sjálfa sig. Og til gamans má nefna sjónvarpsþáttaröðina Mindhunter sem aðgengileg á Netflix, en hún fjallar þessar rannsóknir, fyrstu rannsóknir. Það kemur ágætlega í ljós hvað þetta var í raun og veru brotið, sko. Nú, þessar hugmyndir allar hafa engu að síður fengið að sullast í dægurmenningunni allar götur síðan, meðal annars vegna stöðnunar í fræðunum og skorts á nýbreytni, segir Enzo Jaksic í bók sinni Killer Data. Í ofanálag hafa ákveðnir gerendur orðið verulega fyrirferðarmiklir í almennum rannsóknum, en Jaksic bendir á að einungis 16 einstaklingar sem frömdu voðaverk sín á árunum 1954 til 91, flestir bandarískir og einungis ein kona, fá langmesta umfjöllun í útgefnum ritum og hafa þar með haft veruleg áhrif á ímynd raðmorðingja í bókmenntum og kvikmyndum. Efst á þessum lista eru þau Ted Bundy, John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, Ed Gein, Eileen Wuornos og Dennis Rader. Í þessu sambandi mætti einnig nefna Cobba Quirinistu eða Jack the Ripper sem var uppi á 19. öld, enda þótt umfjallanir hann séu alla jafnan á öðrum forsendum. En það einkennast meira af getgátum auðkenni morðingjans sem aldrei uppgötvaðist hver var og eða kenningum ásetning hans, eins og ég mun koma aðeins inn á eftir í tengslum við skáldsöguna Kopernikus eftir Sölvabjörn. Þegar nýir afbrotamenn dúkka upp í samtímanum síðan algengt að þeim sé líkt við þessar raðmorðingja stjörnur, þótt sjaldan nái þeir sömu hæðum og iðulega falli þeir fljótt í gleymsku. Og við sáum dæmi þetta nýlega þegar tengdasonur Íslands, ef svo mætti að orði komast, Rex Heuermann, sem menn telja nú að beri ábyrgð á fjölda morða á Long Island í Bandaríkjunum, var líkt við BTK-morðingjan, svokallaða eða Dennis Rader, sem trónir ofarlega á topp 10 listanum yfir raðmorðingja stjörnur. En það skondna í þessu var hins vegar það að Dennis Rader
byrjaði þá umræðu sjálfur með því að senda bréf til fjölmiðla þar sem hann útlistaði líkindi sín við Rex og sagði hann vera hálfgerða kópíu af sjálfum sér. Þannig að þeir taka virkan þátt í umræðinni, gerendurnir sjálfur. Margt kann að valda því hvers vegna ákveðnir gerendur verða sýnilegri í fjölmiðlum en aðrir. Til að mynda vekja furðuleg og ofbeldisfull mál iðulega meiri athygli en önnur. Þá hefur bandaríski fræðimaðurinn Philip Jenkins bent á það í bók sinni Using Murder, The Social Construction of Serial Homicide frá árinu 1994, hvernig ákveðnir raðmorðingjar hafa beinlínis verið notaðir sem mælskubragð opinberra aðila. Dæmur að stjórnvöld og ýmiss konar hagsmunahópar noti þá gerendur sem henta málflutningi þeirra tengja hin óumdeildu hroðaverk þeirra við önnur félagsleg eða menningarleg vandamál, svo sem kúgun kvenna, bága stöðu svartra eða hinsegin fólks. Þá hafa sjálf skipaðir siða og trúapóstular einnig notað samkynhneigða raðmorðingja til þess að fordæma samkynhneigð almennt. Hinni kynferðislegu glæpir Jeffrey Dahmer, sem var hvítur samkynhneigður karlmaður, myrti 17 hörundstökka karlmenn á 9. áratugnum, hafa þannig bæði verið notaði sem merki bága stöðu svartra í Bandaríkjunum og sem dæmi hættur samkynhneigðra langana. Og raunar sú mýta að hinseginleiki tengist raðmorðum orðin býsna rótgróin og kemur fyrir í mörgum af þekktari skáldverkum og kvikmyndum raðmorðingja, svo sem í Psycho og Lömbunum þegna. Áðurnefnd bók Philip Jenkins, Using Murder, hverfist bandaríska raðmorðingjafárið eða serial killer panic sem braust út fljótlega eftir að raðmorðingjahugtakið fór í umferð á 8. og 9. áratugum. Mikill ótti greip sig á þessum tíma í kringum þá hugmynd að illvirkjarnir væru allstaðar á sveimi í þjóðfélaginu. Jenkins bendir hins vegar á hvernig fjölmiðlar og yfirvöld mögnuðu upp þessa ógn í samfélaginu með áherslu á ódæmigerð mál með því að beita gotnesku orðfæri sem á styðjast við ranga tölfræði, þar sem því var haldið fram að raðmorðingjar skiptu hundruðum ef ekki þúsundum í landinu og bæru ábyrgð á fjórðungi allra morða sem framin voru árlega. Athuganir Jenkins sýna að þetta hafi verið stórlega ýkt og í dag talið að raðmorðingjar beri einungis ábyrgð á sirka 1% af heildarmorðtíðninni í Bandaríkjunum, þótt vitaskuld sé erfitt að meta það sökum eðli afbrotanna. Eins og fyrr segir, tóku yfirvöld þátt í að skapa óttann í samfélaginu að hluta til ómeðvitað en einnig með markvissum hætti. Jenkins fjallar til dæmis það hvernig bandaríska alríkislögreglan notaði raðmorðingjafyrirbærið meðvitað í sinni retórík í þeim tilgangi að hafa áhrif á tilfinningar og skoðanir fólks gagnvart löggæslu í landinu. FBI gæti séð þetta vandamál fyrir almenning. Með þessu jók stofnunin umsvif sín jafnt og þétt og tryggði fjárhagslega stöðu sína í ríkisrekstrinum. Og þetta útskýrir kannski frægð Ted Bundy sem var flakkari, ferðaðist á milli ólíkra fylkja í Bandaríkjunum og virkaði þannig lögsögu alríkislögreglunnar. Það mikilvægt að ávarpa og afbyggja þær mýtur sem til eru raðmorðingja, ekki síst vegna þess að þær eiga það til að þjóna sjálfum illvirkjunum. Þær umbreyta lágkúrulegum glæp í eitthvað dularfullt og skjóta sumum gerendum upp á stjörnuhimininn. Frægð Instagram-morðingja getur svo mögulega virkað sem hvatning fyrir aðra sem þrá samskonar umfjöllun og viðurkenningu. Þá jafnan rætt raðmorðingja sem rjómann í morðingjaflórunni að þeir séu ofurklárir, háþróaðar, dráp-maskínur og jafnvel holdgervingar hinsta frelsis. En þeir gera það sem þeim sýnist, þótt það sé í bága við lög og siðferði. Á hinn bóginn eru þeir stundum sagðir vera brjálæðingar eða ómanneskjuleg úrrök sem gefur í skyn að hægt sé að koma auga á þá í samfélaginu.
Halda slíku fram aftur á móti mikil mistök og raunar hættulegt því rétt eins og við flest búum við mörgum ólíkum sjálfum sem við notum við mismunandi aðstæður og athafnir, þá gildir yfirleitt slíkt hið sama flesta raðmorðingja. Þeir aðskilja morðingja sjálfið frá því daglega eða venjulega og nota jafnvel sína hversdagslegu ásýnd til þess að blekkja fórnarlömb sín. Að merkja raðmorðingja sem annarlega, kalla þá skrímsli eða djöfla, smækka líka vandamáli til muna og býr til þægilegan menningarlegan munnbita úr því. Það er mun notalegri tilhugsun að sjá raðmorðingjan fyrir sér sem ófreskju sem tilheyrir ekki samfélagi manna en raunverulega manneskju sem er af holdi og blóði og sprettur mögulega úr sama umhverfi og maður sjálfur. Slík orðræða dregur líka mjög úr ábyrgð samfélagsins og menningarinnar í því ferli sem skapar afbrotamanninn. Hann gefur það í skyn að glæpirnir séu óskiljanlegir, að rót vandans búi fyrst og fremst innra með einstaklingnum sem sé afbrigðilegur en ekki í umhverfi hans, samfélagi og menningu sem raunar er sneisað fullt af alls kyns pervertsjónum og þversagnakenndum skilaboðum ofbeldi. Einni blæru, afsakið það. Það var komin hingað. Afbrotamenn á borð við raðmorðingja verða sem sé ekki til í tómarúmi. Umhverfið mótar þá og hefur áhrif á hegðun þeirra ekkert síður en þeir andlegu kvillar sem kunna að sjá þá. Þá segja sumir rannsakendur að raðmorðingjar séu þegar nánar er athugað afsprengi þeirra tíma sem við lifum nú á, þeirra skilyrða og þankagangs sem nútíminn hefur alið af sér. Bandaríski félagsfræðingurinn Kevin D. Haggard er á meðal þeirra sem halda þessu fram. Árið 2009 skrifaði hann greinina Modern Serial Killers eða nútíma raðmorðingjar og útskýrir þar afstöðu sína. Forsenda að skrifa hans var ákveðin eyða í fræðunum, en Haggard bendir á að of mikil áhersla hafi verið lögð á orsakafræði og æviferla einstaka gerenda í rannsóknum á raðmorðum í gegnum tíðina. Félagslegir, sögulegir og menningarlegir þættir hafi því verið vanræktir. Haggard er að sjálfsögðu meðvitaður það að til eru fjölmörg söguleg dæmi einstaklinga sem hafa misst í röðum, en hann telur þó mikinn mun vera á þeim og nútíma raðmorðingjum. Munurinn felist meðal annars í frægðar- og raðmorðingja menningunni sem tíðkast nú á dögum og hefur áhrif á gerendur og sömuleiðis í þeim sérstöku skilyrðum sem einkenna nútímann almennt og er í senn lýsandi fyrir raðmorð. Eða eins og Haggard orðar það sjálfur í greininni. Raðmorð eru samhengisbundin og hvers kyns líffræðilega hneigðir, persónulega langanir eða mein sem gætu haft áhrif á hvatir morðingja eða mótað gjörðir þeirra eru skilyrt af stærri kerfislegum þáttum. Flesta sem einkennir raðmorð alfarið bundið nútíma samfélögum. Enda þótt fólk hafi sennilega alltaf framið morð í röðum, þá var ekki hægt að vera raðmorðingi fyrir 500 árum, þar sem þeir áhrif á þættir sem gefa raðmorðum sitt sérstaka form, röksemdir, möguleika og hugmyndafræðilega umgjörð eru lýsandi fyrir nútímann. Og þessir kerfislegu þættir sem Haggard ræðir eru eftirfarandi. Fyrst eru það fjölmiðlar og frægðarmenningin innan þeirra, þar sem frægðin er skilgreind afar eftirsóknarverð og eins konar mælikvarði á virði einstaklinga. Því frægari sem þú þeim mun merkilegri. Og þá er skilvirkasta leiðin til þess að öðlast frægð einhvers konar viðurkenningu að fremja nógu flottalegan glæp eins og sannast hefur með mörgum dæmum á Vesturlöndum. Númer 2, þá er það borgarvæðingin sem ólar sér samfélag ókunnugra þar sem ópersónuleg samskipti einkenna meira og minna daglegt líf og borgarar hafa mun minna eftirlit með hver öðrum. En það gerir gerendum bæði auðveldara fyrir með að fremja afbrot sín og leita skjóls í margmenninu. Númer 3, formleg skynsemi, rökhyggja og hagræðing sem iðkuð á
misskostnað ýmissa grunngilda, svo sem jafnréttis og umhyggju fyrir náunganum. Þetta sjáum við bara í kapítalískri hugsun. Og sömuleiðis þegar ríkisstjórnir eru að hagræða í rekstri sínum og þjónusta skert við íbúann. Númer 4, menningarlegar umgjarðir ýmiss konar sem valda jaðarsetningu og arðráni á ákveðnum hópum sem ráðamenn skipta sér lítið af. Það má nefna mansalsmál, innflytjendamál sem dæmi. Númer 5, sérstakar aðstæður þar sem auðvelt að nálgast fórnarlömb til að mynda heimilislausa og kynlífsverkafólk sem starfar á götum úti. Og að lokum, hugmyndin að hægt sé að móta samfélagið eftir ákveðinu borgrift, hanna það og hreinsa, líkt og nasistar höfðu meðal annars í hyggju og unnu að mjög nákvæmum og vélrænum aðferðum í Þýskalandi síns tíma. Í raun og veru bara þjóðirnis hyggjan sem tiltölulega nýleg hugmynd. Og þá komum við að Íslandi og svona þessu samhengi sem við búum í. Það má vitaskuld deila röksemdafærslu Haggerty en hún þó býsna áhugaverð og sannfærandi í mörgum atriðum. Það má líka styðjast við skrif hans til þess að varpa ljósi á aðstæður hér á landi og til þess að svara spurningunum það hvers vegna íslenskt samfélag hafi hingað til blessunarlega verið raðmorðingjalaust. Nú í fyrsta lagi þá barst nútíminn fremur seint til Íslands. En í raun var það ekki fyrr en með hernáminu árið 1940 að sambærilegar þjóðfélagsbreytingar urðu hér og í Evrópu með iðnbyltingunni 1800 þar sem borgir tútnuðu út og urðu af þeim myrkviðum sem borgarsögur Charles Dickens og Dostojevskí votta til dæmis Reykjavík og nálægir bæir stækkuðu vitaskuld mjög á 20. öld en slík lagskipt stórborg sem veitir raðmorðingjum þau tækifæri og vernd í formi margmennis hefur hingað til ekki byggst upp. Landsmenn eru einfaldlega of fáir og þá samsetning samfélagsins líka menningarlega og félagslega fábrotin. Þannig stundum sagt að Íslendingar sé eins og ein stór fjölskylda. Í slíku örsamfélagi jaðarsetning og arðrán á einstaka hópum ekki eins algengt. Vændi og heimilisleysi að sjálfsögðu til staðar hér eins og annars staðar en þó hvort tveggja ekki eins sýnilegt á Íslandi og í öðrum ríkjum. Kynlífsverkafólk vappar ekki strætin að jafnaði enda vændiskaup ólögleg á Íslandi og íslensk veðrátta að sama skapi óútreiknanleg og býður síður upp á mikið götu hás. Heimilislausir fá einnig húsaskjól og félagslega vernd eftir ósk eftir því þar sem á Íslandi velferðar- og heilbrigðiskerfi sem að auki felur í sér ágætt forvörn gegn ofbeldisfullum glæpum. Þá aðgengi að menntun gott á Íslandi og hlutfall menntaðra í landinu hátt sem ætti vonandi að leiða til upplýstara og betra samfélags. En leið eru aðstæður þó sífellt að breytast. Dag frá degi verður íslenskt þjóðfélag fjölbreytilegra með innflytjendum og flóttafólki og eykst líka túrismi ár frá ári. Allar þessar breytingar munu án efa ala sér lit skrúðulegri menningu, listir og þjóðfélag. Leið eru auknar líkur á að glæpir verði hér margvíslegri vegna núninga ólíkra hópa og raunar hafa nú þegar sést merki það. Það má nefna alls konar gengiskotarar, hryðjuverkamáli svokallaða og svo hnífstungur. Það má einnig bæta því við að sú hugmyndafræði, menning og viðhorf sem margir rannsakendur tengja við þankagang raðmorðingja hafa lengi verið til staðar á Íslandi. Svo sem gróðahyggja, formleg rökhyggja, kynþáttahyggja og þó ekki síst sjónarmið feðraveldisins. Raðmorðingjafrásagnir, þær hafa mótast út frá ýmsum bókmenntategundum, en þó einkum spæjara og hryllingssögum.
Ákveðnir höfundar hafa síðan verið mjög áhrifamiklir og mótað þessa undirgrein, sér í lagi hinn bandaríski Thomas Harris, höfundur bókanna mannætuna og geðlækninn Dr. Hannibal Lecter. Íslenskir lesendur kynntust sögum af þessu tagi snemma í gegnum þýðingar en raunsæiskrafa íslenskra bókmennta sem og viðhorf lesenda í garð greinabókmennta þótt mjög ómerkileg skrif hér áður fyrr, hindruðu aftur á móti að sams konar verk voru skrifuð hér á landi. Líkt og Katrín Jakobsdóttir, fyrrverandi forsætisráðherra og íslensku fræðingur nefnir í riti sínu Glæpurinn sem ekki fannst, saga og þróun íslenskra glæpasagna, þá hváðu lesendur beinlínis þegar íslensk glæpasagnaskrif bárust í tal á sínum tíma. Glæpasögur þóttu hreinlega óeðlilegar sem bókmenntategund hér á landi. Hér vantaði félagslega samhengið og þá umgjörð sem greinin kallaði eftir, svo sem skuggahverfi stórborganna úti í heimi. Í inngangi sínum vitnar Katrín í Dauðarússir eftir Arnald Indriðason, eins af frumkvöðlum íslenskra glæpasagna, þar sem þessi veruleiki einmitt ræddur í stuttri senu og spurt hvers vegna Íslendingar skrifi ekki spennu bókmenntir. Persónurnar í sögunni komast að þeirri niðurstöðu að glæpaflóran sé einfaldlega ekki nógu spennandi hér og íslensku nöfn að sama skapi svo hallærisleg að enginn almennilegur spæjari gæti heitað þeim. Með öðrum orðum væri Ísland eða Íslendingar allt of sveitó, lummulegir og gamaldags. Sjálfsveitin, landsbyggðin, var líka lengi hið sjálfsagða sögusvið íslenskra bókmennta og kvikmynda og ekki fyrr en seint á 20. öld að það breytist. Í íslenskum kvikmyndum sveitin þó enn þann dag í dag býsna áberandi sem sögusvið. Það gæti tengst því að íslenskar kvikmyndir eru að megninu til einhvers konar útflutningsvara og útlendingar vilja sjá íslenska náttúru. Framan af áttu raðmorðingjar þar af leiðandi lítið erindi við þjóðina í sögum, enda þótt ýmsir bókmenntalegir forverar þeirra hafi verið til staðar, svo sem útlagar fornsagnanna og ýmsar þjóðsögulegar ófreskjur, draugar, tröll, þar á meðal Grýla sem fangar og étur börn. Það má ekki heldur gleyma Gunnvöru í sjálfstæðu fólki eftir Halldór Laxness en sú persóna sniðin eftir þjóðsögunum Axlar-Björn sem var uppi á 16. öld og stundum sagður fyrsti og eini raðmorðinginn í sögu þjóðarinnar. Áðurnefndur Kevin Haggerty myndi þó ef til vill ekki telja hann í flokk með raðmorðingjum eins og við þekkjum þá nú til dags. Í samtímanum hefur hins vegar slaknað mjög á raunsæiskröfunni í íslenskri sagnagerð og lesendur að sama skapi orðnir móttækilegri fyrir innlendum greinabókmenntum, ekki síst glæpasögum sem eru að mörgu leyti orðin ráðandi bókmenntategund á Íslandi í dag. Hvað sem okkur finnst það það góðar fréttir fyrir bókmenntalega raðmorðingja sem eiga nú mun greiðari leið að lesendum en áður fyrr í bókmenntalegu tilliti. Leið eru félagslegar aðstæður líka sífellt að breytast í landinu eins og áður hefur verið fjallað og voðaverk af því tagi sem raðmorðingjar fremja því kannski ekki eins mikil fjarstæða og fólki fannst hér áður fyrr, því miður. Ýmsir höfundar hafa fyrir vikið mátað raðmorðingjann við íslenskt samfélag í sögum, þar á meðal Viktor Arnar Ingólfsson í glæpasögunni Aftureldingu frá 2005 sem sjónvarpsserían Mannaveiðar frá 2008 var gerð eftir og Issa Sigurðardóttir í trilli sínum DNA frá árinu 2016. Ásamt úrvinnslu Halldórs Laxness á sögninni Axlar-Björn í sjálfstæðu fólki hafa svo í það minnsta 2 aðrar skáldsögur spunnist út frá glæpum Björn, 3 svartar sólir frá 1988 eftir Úlfar Þormóðsson og Björn og Sveinn frá 1994 eftir Megað. Þá hefur rithöfundurinn Þórarinn Leifsson ritað 3 bækur þar sem raðmorðingjaminnið markvisst notað. Þær eru Leyndarmálið hans pabba frá 2007, Maðurinn sem hataði börn frá 2014 og Út að drepa túrista frá 2021. Fyrrnefndu eru barnabækur sem vottar ef til vill það hversu þekkt
og viðurkennd stærð í menningunni, raðmorðinginn orðinn hérlendis. Já, í lokin ætla ég svo að greina stuttlega frá tveimur nýlegum íslenskum raðmorðingjafrásögnum. Og fyrst það Kóperníka eftir Sölva Björn Sigurðsson sem kom út árið 2021 þegar COVID-plágan geisaði sem hæst. Þetta ráðgátu saga og samkvæmt bóka Kápu þráðurinn á þessa leið. Ég vil lesa þetta hérna. Kaupmannahöfn 1888. Raðmorðingi gengur laus og sífílisfaraldur geisar. Börn í borginni hverfa unnvörpum. Kóperníkus, íslenskur unglæknir og konunglega spítalanum rekinn frá störfum sínum og fært það í hendur að rannsaka lát besta vinar síns. En nokkur niðurstaða í augsýn. Kóperníkus einsetur sér að komast til botns í málinu og fylgist grannt með háttum samstarfsmanna sinna á spítalanum sem hann grunar að séu ekki allir þar sem þeir eru séðir. Lík eru grafin upp úr assistenskar kirkjugarði eftir því sem þau hrannast upp á krufningaborðinu og svo ástin sem enginn má hugsa þar til niðurstaða finnst. Á endanum getur Kóperníkus fáu treyst nema eigin innsæi. Sölvi leitar ekki langt yfir skammt að fyrirmynda illvirkja í sögunni. Eins og segir árið 1888, en þá var hinn góðsagnakenndi Jack the Ripper einmitt á vafri í þokunni í London. Hrifsaði það líf fjölda utangarðs kvenna á hroðalegan hátt. Listi þær beinlínis upp eins og gælunafnið gefur til kynna. Svipaður upp á teiningnum í Kóperníku og taki líka eftir hvernig titill skáldsögunnar Kóperníka harmálunerar að einhver leyti við íslenska útgáfu af heitin morðingjans, það Kobbi kviðrista Kóperníka. Kviðristarinn í Kaupmannahöfn herja þó ekki á konur, heldur Íslendinga af karlkyni sem deila því þó með fórnarlömbum Kobba í London að vera einhvers konar undirsátar í borginni annars flokks þegnar. Eins og við höfum fjallað þá kallar raðmorðinginn sem fyrirbæri á ákveðið sögusvið við félagsleg skilyrði og því getur verið snúið að láta hann passa inn í íslenskt samhengi svo trúanlegt þykir. En Sölvi leysir þetta á afar hagkvæman og skapandi hátt með því að flytja lesendur aftur í tímann þegar höfuðborg Íslands var ekki smáþorpið Reykjavík, heldur hinn ört vaxandi Kaupmannahöfn. Íslendingar í borginni voru þó líkt og hálfgerðir innflytjendur í eigin höfuðborg og í sögunni heimilisleysi einmitt stórt atriði. Börn búa í ræsinu, þau hverfa unnvörpum og þá sjálfstæðisbaráttan að komast á fullt skrið og fjallað hana. Þetta postmódernísk skáldsaga, stútfull af bókmenntalegum vísunum og stælingum og unnið af markvisst með allskyns mýtur raðmorðingja og þann menningarheim sem þeir tilheyra. Sölvi vekur upp draug Kobba kviðristu sem jafnan talinn vera fyrsti nútíma raðmorðinginn og líka iðulega túlkaður sem eins konar vofa eða hulduafl feðraveldisins þar sem hann herjaði eingöngu á konur og svífast við þær. Það uppgötvaðist aldrei hver þessi hrotti var og fyrir vikið einkennist arfleifð Kobba af mikilli dulúð og getgátum auðkenni morðingjans. Til eru kenningar að breska konungsfjölskyldan hafi átt hlut að morðunum, að hirðlæknir kóngafólksins hafi verið ábyrgur og eða sjálf Viktoría drottning sem þá var við völd, jafnvel mundað hnífinn í þokunni. Sölvi gælir við þessar kenningar í frásögninni, en snýr að lokum upp á hefðbundna túlkun á Kobba sem karllægt hulduafl og gerir hann í stað að kvenlægum refsivendi. Og nú vil ég ekki segja mikið meira svo ég spilli ekki fyrir þeim sem ákveða að lesa þessa ágætu sögu. Og í blálokin ætla ég síðan að segja ykkur aðeins frá Svörtusöndum sem eru glæpaþættir sem sýndir voru á Stöð 2 árið 2021, sama ár á Kóperníka. Ný sería af þessum þáttum svo væntanleg. Söguþráðurinn á þessa leið samkvæmt vefsíðu Kvikmyndamiðstöðvar. Anita, 30 lögreglukona, neyðist aftur á æskuslóðirnar
sem hún flúði fyrir 14 árum. Uppgjör við móður hennar óumflýjanlegt en líkfundur af ungri konu kollvarpar öllu saman. Anita sogast niður dimman hil fortíðar í leit að mögulegum fjöldamorðingja og uppgjörið breytist í martröð. Það svolítið athyglisvert að í þessari lýsingu birtist hugtakið fjöldamorðingi og það reyndar mjög algengt hef ég tekið eftir að það sé notað í íslenskum miðlum þegar í raun ætti að tala raðmorðingja. Þetta ólík kvikindi eins og við höfum fjallað og í Svörtusöndum alls enginn berserkur á ferli, heldur afar slunginn raðmorðingi sem dulbýr illverk sín sem slys. Serían fjallar öðrum þræðum en breytta veruleika á Íslandi í kjölfar túristasprengjuna svokölluðu, annir lögreglunar út á landi við það að passa upp á ferðamenn og þá sorglegu staðreynd að í óbyggðunum ferst fjöldi þeirra árlega. Umferðin inn í landið orðin svo mikil að líkja má þjóðvegunum og landsbyggðinni við alþjóðlega stórborg. Morðinginn í þáttunum nýtir sér þessar aðstæður, hann herjar á túrista sem eru eins konar undirsátar í þessari borg eins og ljóst í þáttunum. Þeir eru ekki eins mikilvægir og Íslendingarnir sem lýsir sig meðal annars í viðhorfum sumra persónanna til þeirra og sömuleiðis því að dauðsföll þeirra eru ekki rannsökuð til hlítar. Það er athyglisvert hvernig þessi tvö verk, Kóperníka og Svörtusandar, tala saman en á meðan Sölvi leikur sér að ímynd Kobba kviðristu, fyrsta nútíma raðmorðingjans, þá við fyrirmynd illvirkjans í Svörtusöndum sá morðingi í raunveruleikanum sem hefur einna helst mótað ímynd raðmorðingja í síðnútímanum. Þetta er að sjálfsögðin alræmdi Ted Bundy sem mörg ykkar ættu að kannast við. Í dægumenningu hefur Kobbi kviðrista jafnan haft ímynd aristókratans dularfullur, gotneskur illvirki eða skrímsli, en Ted var aftur á móti líkur flestu öðru fólki, ósköp venjulegur í fasi. Eins þótt hann mjög myndarlegur, greindur og vel máli farinn og því kom þá fólki verulega á óvart að inn við beinið var hann hinn mesti hrotti sem pyntaði, nauðgaði og myrti ótal konur og stúlkur. Ljóst að morðinginn í Svörtusöndunum mikið til byggður á Ted Bundy. Hann þokkafullur, greindur, hlýr, en þó alls ekki sá sem hann sýnist vera í raun allt of góður til þess að vera sannur. Og þótt ég sé búin að daðra hér við það hver morðinginn í þáttunum vil ég þó ekki ganga svo langt að spilla því algjörlega fyrir þeim sem hafa ekki enn séð seríuna og ætla sér kannski að kíkja á hana áður en nýju þættirnir fara í loftið. En lengd morðingjans skiptir þó kannski ekki öllu máli því skilgreina mætti þættina sem svokallaða andráðgátusögu. Ólíkt hreinræktuðum ráðgátusögum eins og Kóperníku meðal annars, það sem auðkenni morðingjans ekki gefið upp fyrr en á síðustu blaðsíðu, eru andráðgátur þess eðlis að áhorfendur eða lesendur fá að vita hver morðinginn nokkuð áður en sögunni lýkur. Baksaga hans þá gjarnan könnuð og við tengjumst morðingjanum. Lömbin þagna eftir Thomas Harris mun vera eitt frægasta og áhrifamesta dæmið sögu af þessu tagi, þar sem lesendum gert ljóst hver hinn ógeðfelldi Buffalo Bill í miðri frásögn. Þessi forngerð sprettur meðal annars út frá þeim veruleika að margir raðmorðingjar í nútímanum myrða ókunnuga og einstaklinga sem tengjast ekki innbyrðis. Það býr til ákveðin frásagnar og vanda að segja frá slíku, þar sem erfitt að tengja ólík mál saman og rekja slóðina eins og gert í hefðbundnum ráðgátusögum. Spennan í þessum sögum sprettur þó ekki út frá því að vita hver vondi kallinn heldur hvort eða hvernig hann gómaður. Þetta tilfelli í Svörtusöndum, þar sem nokkuð fyrir sögulok fáum að vita hver að myrða túrista á söndfónum og dulbýr voðaverk sín sem slys til þess að forðast grunnsamdir. Baksaga morðingjans könnuð og hið sígilda stef að kenna uppeldi hans og móður hneigðir hans og ódæði notað. Illska móðurinnar sígur ofan í barnið í æsku og þessi frásagnar aðferð notuð til þess að réttlæta dráp morðingjans á fullorðins árum og skapa samkennd með honum.
Eins og segir þetta mjög algengt stef í raðmorðingjafrásögnum og eða bara frásögnum ofbeldismenn yfir höfuð og Psycho eftir Robert Bloch einstaklega gott dæmi meðal annars. Og já, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra en þetta. Takk fyrir.